Við tökum bara breiðasta stykki, hvað er þetta? 7,5. Þetta er 6,5. 7,5. Þá tökum við bara 7 til viðbótar. Þá eru 14,5 renningarnir. Þá tækjum við alla renningarna bara jafnlanga. Reyna að taka svona spennuna mestu leyti úr. Hérna í sjálfu sér sko, en hérna þurfum við ekki, sko, hérna getið þið strikað allavega öðrum megin. Og svo hérna setjum við lista. Hérna setjum við lista. Þannig að þetta má dragast örlítið frá, þá erum við ekkert bæta við til þess að þetta falli alveg þétt að. En áður við farið í strikið, þá mælið þið hérna 2. Og þið passið ykkur ekki strika fyrir enda því þá eru komið með meira mál, þetta er bara svona út frá. Hérna í reyndinni, þetta kemur beggja vegna, þessi, niður. Þessi kemur öðrum megin, þannig að þá getið þið bara tekið það og svo skerið þið sama hérna. Og takið þetta bara á sama hátt. Leggja bara við strikið. Strikið. Svo er ágætt að krossa hérna, og þetta er vara innanverðu, og krossa á það þannig að þið fari ekki að taka þetta öfugu megin. Þannig að þið snúið við, þannig að þetta hérna er hérna ofan á. Það var hérna sem við komum til með að skera úr. Hérna, legg þetta við. Og svo er það þessi hérna, innri. Þetta lendir ofan á, þannig að innri strikinn sem við skerið í 41 gráður. Og þá hallum við bara svona. Og þá alltaf að skera frá miðjunni, ekki skera í þess áttina. Því þá gætu þið farið of langt. Hérna getið þið byrjað akkúrat og skerið. Og svo hérna. Svo passið ykkur að bara skera þetta ekki í gegn. Og svona, ef við værum líka með stokk, kannski upp við vegg, eins og við sumum tilfellum yfir þarna vatnsrör, þarna þar sem að brúnin er hvöss og dúkurinn látið halda sig bara, þá er þetta að taka brúnina svona og beygja það niður. Því að maður næri ekki að beygja það í mjög kraft. Það verður að vera þá rúningur eins og það er á tröppunum.
Svo þegar þetta hérna komið, hérna, þá get ég strikað hérna megin og tekið alveg á sama hátt.